Já, komið sæl. Ég heiti Svavar Knútur og ég söngvaskáld og það ótrúlega gaman að fá að vera hérna í boði þekkingarseturs Þingeyinga og ég veit ekki hvort þið sjáu hérna fyrir aftan mig. Jú, hér fyrir aftan mér þeir sem að glöggir áhorfendur geta nú séð hérna mynd sem einmitt máluð af Þingeyingi. Henni norður Þingeyingi, ég held þessi norður, er ég að rugla, Þórshöfn kannski ekki í Þingeyjarsýslu? Ég veit það ekki. Ég landafræði ekki minn sterka hlið, en Hildur Ása Henriksdóttir, hún málaði þetta fallega málverk, vinkona mín. Það heitir Morgunljómi 2. Það er mjög skemmtilegt við þetta málverk að þegar fólk sér það í fyrsta skipti þá upplifir það svona, strögglið og erfiðleikarnir, en svo þegar það fer að venjast í þá fer það átt sér, nei, þetta er bara svona er bara dagurinn, svona er bara lífið, þetta er dásamlegt og það er þetta ekki ströggl við það bara að vera til og njóta þess að vera manneskja. En eins og að öllu gamni og gríni og eitthvað slepptu, þó að það er ekki gaman og grín, bara svona óskaplega venjulega ábending um lífið. Ég sem sagt ætla í dag að rappa við ykkur aðeins svona alþýðu tónlist, hlutverk tónlistamanna, svona alþýðu tónlistamanna og trúbadóra og kannski þetta starf og mögulega sýna ykkur pínlítið af úkúlelanum mínu og gítarnum og svona og ég veit ekki, við bara getum farið víðan völl held ég og það er margt sem að hægt er að tæpa á hér. Mér finnst það bara svolítið skemmtilegt format, ég hef nú aldrei gert þetta áður, ég er vanur að labba svolítið og spjalla við fólk og það er svolítið skrítið að sitja bara svona með kaffibollan og strángkeiðarlega kaffibrúsan sem frá 1970 sem að afi konuna minnar smíðaði þetta lok á, eða þið sjáum, hann var blikksmíður, eða svona vélsmíður og smíðaði þetta fína lok á halda á vegna þess að plasthöldin voru alltaf að eyðileggjast. Þetta er mjög skemmtilegt að þessi fallega nýtni sem að þarna sést vel. Ok, byrja nú. Já, ég hætti fyrir 11 árum, það er don't quit your day job, hafið þið heyrt þetta konsept, ekki hætta í dagvinnunni. Ég hætti í dagvinnunni 2008 og akkurat í byrjun stóru kreppunar, þannig að maður er nú vanur að sigla í gegnum mikið rugl og ég held að ég hafi í alvörunni bókstaflega labbað út úr vinnunni svona mánuð inn í hrunið. Ég sagði upp 2 mánuðum fyrir hrun, 3 og svona labbað út svona mánuð eftir fyrstu dagar hrunsins. Og sagði, ég ætla að vera trúbadór. Þetta verður áhugavert. Sem var svona eftir á að hyggja, ekkert svo gáfuleg ákvörðun, en hún var mín og maður stendur við henni. En síðan þá hefur maður náttúrulega þurft að sýna útsjónarsemi og nægjusemi til þess að lifa á tónlist á Íslandi, 300 manna samfélagi. En það er bara spennandi, það er bara í rauninni dregur fram í manni sköpunargáfuna, hvernig getur maður látið þetta virka og hvernig getur maður komist af í svona erfiðum aðstæðum. Og það er bara, mér finnst það bara miklu skemmtilegra heldur en hitt. Ég hef samt mikið þetta knýr mann til þess að fara til útlanda að spila og ég fer mikið erlendis og túra með tónlistina mína í Þýskalandi og núna nýlega í Skotlandi og Englandi. Ég verið í Frakklandi, Kanada, Ástralíu, Ítalíu, Sviss, Austurríki, Póllandi, Tékklandi, Skandinavíulöndunum. Þetta er ótrúlega gefandi starf og hvar sem maður fer þá er fólki finnst þetta bara svolítið spennandi að ekki bara Ísland heldur bara þetta míkróland, að það sé einhver trúbadór frá einhverju míkrólandi sem er komin til þess að gera sitt og þá spyr maður af hverju er þetta svona spennandi fyrir fólk, af hverju trúbadóra konseptur svona spennandi, af hverju geta íslenski rapparar eða þungarokkshljómsveitir, já vísu nokkrar hafa gert það mjög gott þungarokkshljómsveitir hafa gert það mjög gott úti en rappið og kannski poppið hafa átt erfiðara vegna þess að það er svona meira alþjóðlegt á meðan að einmitt þungarokk og alþýðutónlist eiga það sameiginlegt að vera að vinna út frá grunn hugmyndum síns samfélags,
sinni menningu, sinni þekkingu, tungumáli, sögu og það oft svolítið spennandi viðfangsefni og fólk vill heyra söguna. Fólk vill heyra þarna úti, það vill heyra hvað þín saga, hvað þitt land, hvað ykkar sérstaða og það sem meira að hvert tungumál felur í sér ákveðna melódíu og narratív sem svo spennandi og öll tungumál hafa einstaka narratív og melódíu og svona leiðir til að segja sögur og þetta eitthvað sem að margir eru mjög hugfangnir af þegar að trúbadórar eða söngvaskáld frá ólíkum löndum koma og syngja og spila. Þetta það sem fólk langar til að heyra, bara hver þín saga, hver ykkar saga. Og það gefur söngvaskáldum ótrúlega, þó við séum litlir, sem ekki spila á stórum stöðum, þá svo lítill rekstur í kringum okkur, það svona lítið overhead. Þannig að maður getur lifað á miklu minna heldur en til dæmis stór hljómsveit eða pop-akt. En svo, þetta svona alþjóðlega, þetta hjálpar mér að lifa. Ég fæ svo mikið til mína peninga erlendis frá í því að túra. En þannig að núna í COVID-faraldrinum þá fer það allt á hakann. En þá verður maður bara að hugsa meira skapandi og hvernig getur maður kannski hlúða sínu eigin nærsamfélagi. Og þá kannski komum við að hlutverki alþýðu tónlistarmannsins í þessu lokal samhengi. Pop og rock svona samtímans ofboðslega mikið bara hvað popkúltúrinn í dag, hvað tíðarandinn í dag, hvað heitt í dag og þú veist hvað spilað í popútvarpi í dag, hvað nennir fólk að hlusta á í dag. Á meðan að við sem erum kannski að vinna á þessum basa, við erum að vinna með allt annað, við erum að vinna með hvað erum við, hver okkar saga, hver okkar sjálfsmynd og við erum að rannsaka kannski og þú veist, list í rauninni rannsókn, maður alltaf að rannsaka heiminn og maður að skoða hvað eru sögurnar okkar, hvað sérstaðan okkar. Svo burt séð frá svona þessu hverfanda hveli, þessum akkurat núna í dag, hvað stóra samhengið í okkur og hvað kannski sameiginlegi mannlegi þátturinn. Og þetta svona það sem spennandi, finnst mér mjög spennandi við starf alþýðu tónlistarmanns. En svo það hitt sem að ég hef svona meira og meira dottið inn í. Ég syng mikið fyrir eldra fólk og alltaf þegar ég að túra á Íslandi þá reyni ég að koma við á hjúkrunarheimilum eða dvalarheimilum á stöðum eins og bara það sem ég að koma í gegn. Og ég veit að að hjúkrunarheimilið Hlíð á Akureyri hefur algjörlega ef hún negla þetta alltaf þegar ég á leið í gegn þá símtal frá Hlíð og ég mæti og það alltaf bara eins og að koma á Wembley, bara hjólastólar og göngugrindur í lange banir, bara lagt eins og rútubílum og það ótrúlega spennandi og skemmtilegt að fá að eiga stundir með eldriborgurum og þessu eldra fólki sem á sína sögur og biður mann lög, sýnir manni lög, kynni mann fyrir einhverju, jafnvel segir manni sögur sem að síðan skapa ennþá meiri vitund þessa sögu okkar. Og mér finnst það að vera svona skemmtilegt hlutverk trúbátársins eða alþýðu tónlistarmannsins, það að hlusta eftir þessu og taka það inn og miðla því. Og miðla því til yngra kynslóðar. Mér finnst til dæmis ótrúlega fallegt að gamall vinur minn kynnti mig fyrir laginu Þín hvíta mynd eftir Sigfús Halldórsson og Tómas Guðmundsson. Og svo ég að æfa það og ég syngi það fyrir son minn, fyrir háttinn. Og Úlfar, sonur minn, hann vill alltaf heyra þetta lag og nú hann farin að syngja með þessu lagi. Og það eitthvað við það, þegar 5 ára barn syngur, kannski var það draumur sem ég gat ekki gleymt, en eitt víst að síðan í hjarta mínu reimt. Að hann geymi þessa hugmynd í sér og ég veit að hann mun kannski í 80 ár hafa þessa sögu sem síðan saga ömmu minnar og hennar ungdóms og upplifun fólks á Íslandi þarna fyrir 50, 60, 70 árum. Og mér finnst það afskaplega spennandi.
svo þetta svo margþætt, það svo ótrúlega gaman að velta svona hlutum fyrir sér aðeins bara hvað ég að gera. Og kannski þriðji hluturinn sem að núna og meira orðin partur af mínu lífi, það að vekja fólk til vitundar það að tónlist og söngur eru sameign okkar allra. Þetta ekki sérfræðingaveldi. Ég á ekki verið einhver sérfræðingar á sunnan sem kem hérna og syngi yfir ykkur eins og einhver prestur. Ekkert á móti prestum, prestar eru fínir, en bara það ekki mitt að standa yfir fólki og syngja. Heldur, ef ég geri mitt starf mjög vel og stend mér vel í mínu starfi, þá hvet ég fólk og þá næ ég að blása fólki það í brjóst að syngja meira, að spila meira, að syngja sjálft, vegna þess að við eigum öll okkar einstöku raddir og með því að nýta þær og leyfa þeim að hljóma, þá erum við að vera virkir þáttakendur í heiminum. Allir eiga sína einstöku rödd, hún ykkar og þess vegna ég búin að vera að kenna svolítið mikið úkulele, vegna þess að þetta svona eitt af einföldustu hljóðfærunum til þess að læra á og það vinur minn sagði einhvern tímann að franska kartöflur eru bara verkfæri til að koma bernesósu ofan í sig. Þetta bara faratæki fyrir bernesósu, sem alveg rétt. Franska kartöflur eru bara óskaplega hentugir ætir gaflar fyrir bernesósu. Og að sama skapi úkulele kunnátta eða gítarkunnátta bara ótrúlega heppilegt faratæki fyrir söng. Bara leið að markmiði. Og þess vegna finnst mér alltaf ef ég get kennt fólki að spila kannski einhver 8 grip eða eitthvað og það getur lært að læra á hljóðfærið. Að þessi upphaflegi ótti við hljóðfærið, nei, ég nú engin tónlistarmaður, af hverju ætti ég nú að vera að læra? Þessi upphaflegi, þessi svona fólki smeygt, ég veit nú ekkert. Þú ert klukkutíma. Þú ert klukkutíma að læra að spila 3-4 lög. Ef þú bara sest niður með einhverjum sem kann þetta og hann leiðbeinir þar alþýðutónlistar menntunin. Munurinn á þeirri menntun, þessari sem ég að kenna fólki á úkulele og svoleiðis, og svo þessari klassísku menntun, svolítið eins og munurinn á afreksíþróttafólki og svo bara þeim sem stunda íþrótti sér til heilsubótar. Það frábært að við séum með afreksíþróttafólk og til þess klassísk tónlistarmenntun. En það eiga allir að geta stunda íþróttir fyrir alla, en það ekki. Að sama skapi á tónlist að vera fyrir alla. Að við eigum öll að geta stunda tónlist, við eigum öll að geta sungið og það ljótasta sem ég veit þegar ég heyri einhvern segja ég laglaus. Ég laglaus, þetta að ljótasta sem ég veit þegar fólk, þetta ekki ljótt hjá fólkinu að segja þetta. Það ljótasta að einhver hefur sagt þetta við þig, þú finnur þetta ekki hjá þér sjálfur. Einhver svívirti þessa manneskju svona með því að segja röddin þín ógild, röddin þín léleg. Það bara eins og að segja sálið þín ljót. Þú gerir ekki annarri manneskju þetta. Hvað með það þú hittir ekki á alla tónana alltaf? Þetta vöðvi. Eigum að segja manneskju sem að lyftir ekki 60 kílóum, að hún bara aldrei eftir að lyfta 80 kílóum, í backpressu. Eigum að segja manneskju sem getur ekki hlaupið kílómetr að því pínu feit og eitthvað svona. Eigum að segja bara þeirri manneskju að fyrst þú hefur ekki þolið til að hlaupa kílómetr, þá ætlum við alls ekki að byggja þig upp þannig að þú getur hlaupið 5 í skemmtiskokki. Allir geta sungið og lagleysi ein andstyggilegasta árás á sálina sem ég veit. Þannig að ekki segja fólki að það sé laglaust, ekki ráðast á sjálf ykkur með því að segja þessi laglaus, syngið bara. Röddin ykkar alveg þess virði. Það geta allir sungið og jafnvel þó þið hittið ekki alltaf á tónin. Þið samt að vera með. Þetta að fyrsta sem þið gerið þegar þið komið út úr mömmu. Bara, aaaah! Og þið eru fædd óperusöngarar. Þannig að ekki segja ykkur það í 1 sekúndu að þið geta ekki sungið. Skál í boðinu. Já, þannig að bara þegar að þessu líkur þá þessu panik núna og ekki panik, þessu bara ástandi af þessu, ég var nú að segja ykkur ég það sem heitir introvert ég kann opaslega vel við mig einn í einrúmi og ég á mjög erfitt með að vera í svona partíum og veislum og innan mikið af fólki mér þykir mjög þægilegt að vera einn
Þannig þetta bara eitthvað samkomubann, það bara svona eins og að segja ókeypis kökur eða eitthvað fyrir mig. Já, ok, frábært. Það sem alltaf bitnar aðeins á tekjunum, en hvað með það? Ég var að hugsa samt, burt sér frá úkulelinu, að fá að syngja fyrir ykkur eitt lag á gítarinn, af því að þetta nú þingiðasýslan og þingiðasýslur og til hamingju með sparisjóðum ykkar. Ég er sparisjóðamaður og ég er í sparisjóði Strandamanna og er ekki sparisjóður Suður Þingeyinga sem var eini sem að hinn sparisjóður sem liði þetta af. Er ég að rugla? Var ég að móðga einhverja Norður Þingeyinga? Ég veit ekki. Ég hef alltaf ruglast á Suður og Norður. Þess vegna myndi mér ekki bregða ef að ég mætti mörgæs bara einhvers staðar á ferðalagi. Þannig ég ætla að syngja fyrir ykkur lagið Næturljóð fjörðum eftir Böðvar Guðmundsson. Yfir í fjörðum allt hljótt, eindur hver bær, hver þekja fallinn, kroppar þar gras í grænni tóft, gimbillum ljósa sumarnótt, ókleifum fjöllum yfir skið, ein þar huldu fólksbyggð. Bátur í vör með brostna rá, bíður þar sinna endaloka, lagði hann forðum landi frá, leiðina til þín fjörðin blá, aldrei mun honum ástin mín áleiðis róið til þín. Fetar þar létt Fífusund, folaldið sem í vor var alið, aldrei ber það óttustund, ástina mín á vinarfund. Grær yfir leiði grærum stein, gröfin týnd og kirkjan brotin, grasrótin mjúka græn og hrein, grær yfir huldu fólksins bein, grær yfir allt sem áður var, ástin mín hvílir nú þar.
Já, nei, algjör óþarf að klappa. Þetta rosalega skrítið, krakkar. Gott fólk. Ég sé alltaf krakkar, líka þegar ég að spila á hjúkrunarheimilum. Ég var að vinna í svona, fyrir mörgum árum, þá var ég að vinna í svona félagsauðsmálum hjá Reykjavíkurborg og eitt af þess að ég lærði ofboðslega mikið félagsauðin. Það að tónlist og ástundun tónlistar og söngs eitt sko flottasta málið, flottasta leiðin til að efla félagsauð. Og hvað félagsauður? Það ekki félagssauður, heldur félagsauður. Félagsauður eða social capital, það eru þessi verðmæti í samfélaginu sem ekki eru mæld til fjár vegna þess að þau eru traust milli fólks. Og þegar við syngjum saman, þá erum við pælið í þessu. Við erum að treysta hvert öðru fyrir röddinni. Okkar. Við erum að treysta öðrum manneskjum fyrir viðkomasta hlutanum á okkur. Þetta það eina sem við getum ekki dulbúið í rauninni nema með einhverju appi sem að breyta röddin eða þarna, þið vitið. Og rosalega margir, það tekið eftir því. Það eitthvað vinsælasta sem fólk gerir á svona Snapchat og einhverjum live-vídeóm, það að breyta röddinni sinni. Eins að gefa sér smá svona skjöld. Og ég geri það. Af hverju? Af því að þetta það erfiðasta að breyta. Erfiðasti hlutin á okkur til þess að svona feika einhvern veginn. Allir geta verið með sólgleru, allir geta verið með hatt, allir geta klætt sig í öðruvísi föt og dulbúið sig. En röddin alveg ofboðslega erfitt að dulbúa. Þannig að þegar við syngjum saman, þá erum við að treysta hvort öðru fyrir röddin okkar og að það verði ekki hýjað á þig. Skiljiði? Þannig að hugsið ykkur bara þegar að þið hýjið á manneski fyrir röddinnar, gerið lítið úr röddinni. Þegar einhver gerir það, hvers konar skaða að viðkomandi að valda á traustinu sem þessi manneski hefur gagnvart öðrum manneskjum. Og á móti, þegar þú segir einhverjum mann sem fallega rödd, mikið eftir með fallega rödd, mikið syngur þau fallega, þá bara hlýnar viðkomandi hjartarætur. Af hverju? Af því að það verið að segja, sálin þín ljómar. Þetta svona leið til að segja það, af því að þetta röddin ykkar og þetta svo mikið innsti kjarni í henni. Nema hvað, þannig að þegar fólk syngur saman, þá það að byggja upp þetta traust og kórar eru til dæmis, þess vegna eru kirkjukórar og kórar út á landi ein verðmætasta stofnunin í samfélaginu. Og þetta eitthvað sem ég gerði mér grein fyrir þegar ég var að vinna sem félagsauðs svona mógull í Reykjavík að svona samsöngur og það allt alveg lykill. Þess vegna erum við núna til að byrja á því sem hefur verið mjög vel gert. Þetta hefur verið mjög vel gert á Egilsstöðum, erum við með samsöng í bókakaffinu og Hannesarholt í Reykjavík með syngjum saman og nú erum við byrjað með samsöng í Laugalækjarhverfinu og ég að reyna að útvíkka þetta og bara alls það sem ég reyni ég að hvetja fólk til að syngja saman. Þetta svo bara heilsueflandi. Ég lýðheilsu trúbador. Ógeðslega skrítið samt. Ég verð að segja ykkur, ég ekkert vanur að tala við einhvern veginn. Þú veist, það enginn hérna. Ég bara einn, það bara einhver mikrofónn og svona blár bjarmi af vefmyndavélinni minni. Þannig að þetta mjög skrítið en ég vona að ég sé að vera skýr og að þið séu bara svona að njóta. Ég ætla að syngja lagið hérna sem að sonur minn biður mig alltaf að syngja fyrir sig. Það heitir Þín hvíta mynd. Eins og tunglskinsljóð sem blærinn ber úr bleikri firð á vængjum sér. Líður mér svefnin hægt og hljótt, þín hvíta mynd svarta nótt. Kannski var það draumur sem ég gat ekki gleymt, en eitt víst að síðan í hjarta mínu reynt. Dvelst mér bak við hljóð og horfin ár, við hvítan seið og dökkar brár
og hendi það mig aftur að horfi í augum blá. Ég heiti því að standast aldrei framar töfra þá. Kannski var það draumur sem ég gat ekki gleymt, en eitt víst að síðan í hjarta mínu reynt. Dvelst mér bak við hljóð og horfin ár, við hvítan seið og dökkar brár, og hendi það mig aftur að horfi í augum blá. Ég heiti því að standast aldrei framar töfra þá. Ég heiti því að standast aldrei framar töfra þá. Þín hvíta mynd. Þetta fallegt lag. Ótrúlega. Já, ok. Það ekki svo vænt þetta lag. Nema hvað. Og það svo gaman, þú veist, ég upplifði það svo sterkt þegar sonur minn bara fór að syngja með í þessu lagi. Vá. Þessi litli gutti að nota orðfæri sem 80 ára gamalt. Það eitthvað dásamlegt við það. Og þannig varðveitum við. Og ég hef svolítið hugsað þetta sko, þegar við erum sjálfsörugg, hvað sjálfsmynd hvað sjálfsmynd? Þið vitið, ég og þú, og við erum þannig að sko, til dæmis ég gerir mér fyllilega grein fyrir göllum mínum. Ég á það til að vera svolítið óreiðukenndur í hugsun, ég pínulatur og svona sérhlífinn öðru hvoru, en stundum fer ég bara í svona brjálæðisköst í dugnaði, þannig að maður jafnar sig út. Ég ekki mjög góður að elda og svo ég með hræði, ég get ekki teiknað fyrir mitt litla líf. Og svo ég með athyglisbrest og svona eitthvað, já, þetta mínir gallar, svo ég veit líka mína kosti, ég meina, ég kærleiksríkur og bóngóður, ég bara fljótur að hlaupa til og hjálpa fólki þegar það þarf og ég góður að syngja og ég hugmyndaríkur og svona. Það gott að hafa bara svona ágætis registur yfir kosti sín og galla, vera ekkert að velta sér upp á göllunum, vera heldur ekkert montin yfir kostunum, heldur bara einhvern veginn hafa bara heilbrigt sjálfsmat með þetta, heilbriða sjálfsmynd. Á sama hátt virka bara ekki þjóðir alveg eins, ekki æðislegt ef að íslenska þjóðin hefur bara heilbritt sjálfsmat, ef að við höfum það í okkur að vita í hverju við erum góð, og vita í hverju við erum ekkert sérstaklega góð eins og skipulagi. En við erum mjög góð í að tileinka okkur nýja hluti, við erum með hátt lestrastig, við erum með gott menningastig og þjóðin hefur fallegar melódíur og skemmtilega sögur að gefa heiminum. Og vitið það, íslenski hreimurinn, ég veit ekki hvort þið vitið það, íslenski hreimurinn sætasti hreimur í heimi. Þegar maður kemur út til dæmis Skotlands, þá líður manni bara eins og maður sé svona ættarmóti. Allir mæta bara, I love your accent. Yes, I love my accent too, because I'm from Iceland and we all sound like this there, sko. og Skotarnir bara eitthvað, þú hljóm bara eins og sér frá Hebrides eða Vesturströndin eða eitthvað. Af því að við erum með svo skildan hreim, Skotum og Írum. Þetta svona eins og skoski og ískir heimurinn eignast barn með norskar heimnum, nema bara ánað svona hutte. Og þá verður bara til svo ótrúlega fallegt barn. Þetta svona alveg gullfallegt barn, þessi hreimur Íslendinga. Og hreimurinn, sko, fólk alltaf að skamma sín fyrir hreim, ekki skammast eitthvað fyrir hreiminn. Hann hljómfall íslenskunnar. Þetta bara hljómfall ykkar tungumáls yfirfært á annað tungumál. Þannig að bara notið það. Fólk fílar þetta. Það bara Íslendingar sem alltaf eitthvað að bíta yfir vörun á sér yfir í að vera með hreim.
Það ekki til að skamma sig fyrir. Það bara ógeðslega töff að vera með hreim. Haldið að Írar séu ógeðslega pirraðir vera með sexiasta hreim í heimi. Írskir heimurinn sexiasti heimurinn. Okkar svona þriðji sexiasti. Skoski aðeins meira sexy heldur en okkar. En það bara verið að skilja skota. Nema hvað. Þannig fór ég aðeins út af sporinu en ég kem tilbaka því að þó ég sem athyglisbest ári í lífi ógeðslega klár. Sjálfsmynd þjóðar. En við þekkjum okkar kost og galla og ef við þekkjum lögin okkar og menningun okkar hver við þá erum við með heilbrigða sjálfsmynd. Og hvað einkennir manneskjum sem með heilbrigða sjálfsmynd? Jú, hún sjálfsörugg og sjálfsörugg manneskja þarf aldrei að beita ofbeldi. Hún ekki hrædd. Sjálfsörugg manneskja gengur heiminn sátt í sjálfum sér og veit hvað hún getur gert og gerir það vel. Og á sama hátt sjálfsörugg þjóð sem þekki sína menningu og þekki sitt tungumál og veit í hvernig góð, veit hvernig slæm og bara einhvern veginn vinnur með það. Hún ekki heldur hrædd, hún sjálfsörugg. Það ógeðslega töff að vera sjálfsöruggur. Ef þið spurjið 91% af konum og köllum hvað sexiast í fari kynsins en þið laðist það? Sjálfsöryggi. Ógeðslega sexy. Það alveg það sama með þjóðir. Þjóðir sem geisla af sjálfsöryggi. Það bara massa kúl. Nema hvað? Og hvað sjálfsöruggara heldur en að kunna syngja saman? Ógeðslega flott. Ég ætla að sýna ykkur að sína úkulele mitt. Þetta hentugasta hljóðfæri í heimi til þess að syngja svona bara easy, einfalt og skemmtilegt. Úkulele hafæskt hljóðfæri smíðað af Portúgalum. Það voru portúgalskir húsgagnarsmiðir sem að smíða það fyrst. Nema hvað, þetta 4 strengja hljóðfæri, það hefur sama strúktúr á gítarinn, nema bara það eru 2 strengir farnir af hérna, ofan af. Og þessi strengur hér, hann tenorstrengur, þannig hann 8 fyrir ofan, af því að það þjónar einhver tilgangi að hafa bassastreng á úkulele. Það bara hjákátlegt. Í staðinn, þá gerir hann svona. Og eitt af því sem skemmtilegt í úkulele að ég nota það og þeir sem spila á úkulele nota það. Það bara við einföldum allt. Þetta frábært hljóðfæri til að einfalda lög og einfalda flutning. Þannig að þú ert bara svona smækka lögin. Maður leita bara að léttustu leiðunum til að spila lag og þetta bara 4 strengir og svo bara. Bara eina sem ég þoli ekki, það hérna útsala pallaefni í Bauhaus. Ég bara geta ekki, sko. Þegar það hérna, það það útsala á pallaefni. Það eitthvað, þú veist, hérna. Það á ekki að koma svo fram við úkulele. Úkulele blítt og ljúft hljóðfæri. Heyrið þetta. Öldugjálfur, skeljar. Og ströndinni. Nú, bara svona rétt til þess að sýna ykkur, þetta hérna strengirnir fara hérna niður og nóturnar eru G, C, E og A. G, C, E og A. Amerikanar með þetta hérna, ég segi alltaf My dog has fleas, sem ég hef aldrei skilið af hverju. Ég segi Goats can eat anything. Geitur geta borðað allt sem satt. Það alveg rétt. Goats can eat anything, sem líka G, C, E, A. Skiljið, klaragallega, G-C-E-A, goats can eat anything. Þannig að það mjög góð leið til að muna hvaða hérna strengir eru í gangi á úkulelinu og hvaða tónar. Svo þegar maður að spila úkulele þá rosalega mikilvægt að sjá það hérna, þetta svo fallegt form hér, að maður setur bara hendina svona upp í það, svona, grófin hérna, þetta svo falleg gróf. Við setjum bara hendina svona í hana og þá sjáum þumalputtan hérna. Ég segja ykkur leyndarmál mannslíkamann. Þumalputtin, hann eini puttin sem getur snert alla hina puttana fyrirhafnalaust. Pælið þessu, sjáðu. Þumalputtin liðugasti puttin, hann getur líka farið í 360 gráður snúist svona. Það engin annar putt sem getur það. Þegar fólk segir ég með eintum á þumalputta,
þá hugsa ég bara eitthvað, I wish, vegna þess að þumalputtar eru ótrúlega færir puttar í því sem þeir gera. Og það sem meira að líkaminn ykkar, þið vitið þetta ekki kannski öll, en líkaminn ykkar, hann skynjar fjarlægðir milli líkamsparta og puttarnir, þessir hérna 4, þeir miða sig við þumalputtan. Þannig að á allan hátt, í öllu sem þeir eru að gera, þetta bara prógramin inn í heilastöðunar ykkar, þá eru þeir miða sig við hann. Það staðsetningin þeirra alltaf miðuð við þumalputtan. Hann eins og viti og þeir eins og bátar. Þannig að þeir eru að spila úkúlele, þá er svo mikilvægt og gítar að hafa þumalputtan hérna, svona lololó, þannig að þeir viti svona hvar hann staðsettur, þá geta þeir svo oft bara fundið sig miðað við hann. Bara svona, gott að vita þeir að læra. Ég segi alltaf 1., 2. og 3. putti þegar ég að sýna fólki hvernig á að spila. Vísifingurinn 1., langatöngin 2. og baukfingurinn 3. og þessi 3 puttar, þeir vilja vera sko 1., 2. og 3. bandi á, hérna eru böndin, 1., 2. og 3. og vísifingurinn vill helst vera hér, baukfingurinn vill helst vera hérna á öðru bandi, langatöngin, og baukfingurinn vill helst vera hérna á 3. bandi. Það alveg undantekningar, en þetta svona nokkuð með reglan. En síðan hérna, þannig að maður svona, já, leið að maður veit það, þá verður allt spil ótrúlega einfalt, þið vitið. Það bara eitthvað við það. Hérna lag eftir Jón Ásgeirsson við ljóð eftir Halldór Laxness. Það heitir Hjá lygnri móðu. Hjá lygnri móðu í geislaglóð við græna kofan. Hann sá hvar hún stóð hið fríða fljóð fráhneftað ofan. Mitt þitt og hjá mér áttu heima, skalt öllum veraldar sorgum gleyma, veraldar sorgum gleyma. Á hann leit hún æsku teitu auga forðum. Það var kvöld í sveit og hún hvatti hann veit ég kærleiksorðum. Mitt þitt og hjá mér áttu heima, skalt öllum veraldar sorgum gleyma, veraldar sorgum gleyma. Innst í hjarta augað bjarta og orðið góða. Hann geymir sem skartun skrafar hún svart, mun gestum bjóða. Mitt þitt og hjá mér áttu heima, skalt öllum veraldar sorgum gleyma, veraldar sorgum gleyma. Mitt þitt og hjá mér áttu heima, skalt öllum veraldar sorgum gleyma, veraldar sorgum gleyma. Já, finnst það ótrúlega fallegt lag hjá þeim. Afsakið. Nú, það svolítið svona, ég hef oft heyrt það eitthvað svona, þið trúbadorarnir með ástarlögin eitthvað. Ég veit það ekki, ég held ég eigi 3 ástarlög af öllum lögunum sem ég samið. Mér finnst bara búið að semja svo mikið ástarlög, mér finnst bara eins og að bera í bakkafallan lækinn að semja ástarlög.
auðvitað þegar maður finnur fyrir alveg svona, þá kannski sem maður, en ég myndi aldrei sitjast niður og segja, já, nú ætla ég að semja ástarlag. Því að mér finnst það bara eitthvað svona brjálu klísja, sko. Og mér finnst það líka að vera svona ákveðin manipulation, að því ef þið hlusti bara á útvarpið, þá bara eitthvað 90% af lögunum eru bara eitthvað hérna. Mér langar alltaf til að þú sést hjá mér, ég vil ekki að þú fari frá mér, ég elska að vera hjá þér, ég vil að snerta þig með mér og vera inn í þér. Eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað þetta en hérna, svo það hitt, sko, það hinn útgáfan af þessu, sko, þetta Bjartsýn útgáfan, síðan hinn, sko, ég vil aldrei sjá þig aftur, farðu burt frá mér, þú brást mér og ég elska þig ekki lengur, æ nei, ég meina þetta ekki, þú verður frekar hjá mér og ég með svo flóknar tilfinningar, ég elska það þegar að sérstu hlutina mér, snerta sérstu hlutina á þér og það rosalega gott. Guð minn góður, þetta svo boring, sko, og þetta alltaf bara sama lagið. Eitthvað líkaminn þinn, eitthvað augum þín, lalala, sko, það bara búið að semja þetta lag. Það svo margt annað að kanna, ég veit ekki. Þannig að, ekki það, sko, auðvitað má fólk semja sín ástarlög, frábært, æðislegt, það er bara ekki fyrir mig. Mér finnst það bara svo boring, alveg ríkala boring. Ástin æðisleg, ástin frábært koncept, elskana, bara, ef ég vil eitthvað fara að ræða hana, þá get ég bara lesið eitthvað sem allir hinir hafa skrifað hana. Tómas Guðmunds, Davíð Stefáns, Hulda, Theodóra Thoroddsen, Halldór Laxness, Shakespeare, ég veit ekki, Byron Lávarður, þú veist, allir gert það betur en ég, Paul McCartney, ég veit ekki. Örugglega Justin Bieber gert það betur en ég, þannig að bara, ég fókusa bara á það sem ég gerir vel og það partur að vera með heilbrigða sjálfsmynd og eitt af það sem ég gerir ógeðslega vel, það að reyna að sjá kostina í einhverju sem að fólk fílar ekki. Sjá fegurðina í því ljóta, finna ástina til þess sem enginn elskar. Og janúar var svona kjör barn mitt. Þetta uppáhaldsmánuðurinn minn og fólk alveg bara, af hverju elskar janúar? Og þú veist, þetta ömurlegur mánuður, það aldrei neitt gott að gerast, þetta bara glataði tími og blablabla. Og ég sagði bara, ég elska janúar af því að hann að koma með ljósið tilbaka. Dagurinn bara 2 klukkutíma og 30 og eitthvað mínútum lengri í enda janúar. Eða 2 klukkutíma og korter lengri. Það hellingur á sólarljósi sem kemur bara í janúar. Vonin, ljósi kom aftur, það yfirleitt snjór sem að gera allt bjartara. Það ógeðslegt í nóvember þegar að rigningin gerir malbikið svart og allt svona drullugt og fjöllin svona drullubrún einhvern veginn og allt sólarljósið sem við fáum bara svona gleipist í myrkrið. En janúar, hann bara komið tilbaka með gleðina. Ég ætla að syngja, þetta síðasta lagið mitt og ég þakka ykkur bara æðislega fyrir að hlusta og þekkingarsetrið fyrir að bjóða mér að vera með og ég vona að við getum gert eitthvað svona aftur seinna og kannski kem ég bara með úkúlelega námskeið til Húsavíkur á bara svona þegar þessi jél styttir upp. En já, þú veist, ég hugsa bara alltaf ástæðan fyrir að fólk svona ógeðslega pirrað í janúar það bara timbrað. Það bara með timburmenn eftir neyslufyllir í desember. Bara drakkst yfir eða jólaöli, ást yfir eða saltu og reyktu kjöti, fékkst ógeðslega mikið af pökkum, ógeðslega mikið af ljósum, ógeðslega mikið gleði. Gettu hvað? Þú ferð alveg niður. Og svo ætlar að kenna janúar það. Það ekkert janúar að kenna, þú kunnir ekki hóf í desember. Janúar bara eins og morgnar. Þetta bara upphafið einhverju nýju. Ok.
undir snjó með ramri kaldri ró. Rumskar janúar, rymur hljótt og gyrðir sig í brók. Þessi fjandi dugar skammt, hún liggur flöt en skal á loft. Ó, janúar sem enginn ann. Hve dýrlegt þitt vanþakkláta starf. Sólin rís með hæð, en bak við tjöldin böðlast janúar. Eins og rótari eða ruslakall á mánudagsmorgni. Ó, janúar sem enginn ann. Dýrlegt þitt vanþakkláta starf. Og eftir allt sem hann gaf, janúar skríður aftur undir feld. Þar til skyldan kallar enn á ný, eins og snævi þakinn Batman. Ó, janúar sem enginn ann. Hve dýrlegt þitt vanþakkláta starf. Ég sé þig janúar, ég man þig janúar. Myrkrið gleypir allt í janúar. Sólin rís með hæð í eins og snævi þakinn Batman. Já, sko. Jæja, gott fólk. Ég náttúrulega gleymdi alveg að bjóða upp á óskalög Lilja. Ef einhver vill biðja óskalag eða eitthvað, ég hef alveg tíma fyrir 1 eða 2 viðbót ef að þið eru í stuði. Þetta vil ég ekki ofbjóða internetinu með svona tralli. En bara, afsakið, ég að jafna með til svona vorkvef. Ég fékk ekki COVID ennþá en vorkvefið var ekkert að þyrma okkar fjölskyldu. Ég fá mér aðeins meira kaffi. Þetta er svona Leipzig. Ég get ekki tekið Leipzig, sorry, elskan mín. Það er aðeins svo svona, ég er ekki að ráða við það núna. Eitthvað annað.
Annars, Óli, takk fyrir að setja þetta upp og Lilja og þið öll sem bara takk fyrir að vera ótrúlega skemmtileg í undirbúningnum að þessu og þakka ykkur fyrir að vera með mér í þennan klukkutíma. Þetta bara búið að líða eins og ég veit ekki hvað, ótrúlega hratt. Ég vil þakka konunni minni fyrir að sitja bara og þola það að maðurinn að sé bara þusa eitthvað svona út í loftið. Það ótrúlega skrítið. Það er svona eins og ég sé bara að tala við sjálfa mig bara þannig að Lín mjög vön því sko. Ég náttúrulega sit mjög mikið og tala við sjálfa mig og það er bara svoleiðis. Býtu nú við, hver hér að biðja móskalega? Dreng. Ert þú að horfa á Drengum minn? Kann það nú ekki nógu vel, ekki lengur. Heyrðu, þannig að taka eitt taka eitt sem verður ekki vinsælt hér á heimilinu. Ég náttúrulega gleymdi einu sem árætti svona rekja til Þingeyjarsýslunnar á Melrakkasléttuna í norður Þingeyjarsýslu. Leið mér þig að leiða til landsins fjalla heiða með sælusumrin löng, með sælusumrin löng. Þar angar blóma breiða við víðan fuglasöng. Þið verða að syngja með. Þar angar blóma breiða. Koma svo. Þar angar blóma breiða við blíðan fuglasöng. Þar aðeins yndi fann ég, þar aðeins við mig kann ég, þar bat mitt tryggðarband, þar bat mitt tryggðarband. Því þar allt sem mann ég, þar mitt draumaland. Því þar allt sem mann ég, því þar allt sem mann ég, þar mitt draumaland. Mér datt annað í hug. Dóttir mín, hún bað alltaf þetta hérna. Mér finnst svo skemmtilegt að syngja þetta. Þetta Hulda skáldkona og Emil Thoroddsen. Nú allir að syngja með. Hver á sér fegra föðurland. Hver á sér fegra föðurland, með fjöll og dal og bláan sand, með norður ljósa bjarmaband og björk og lind í hlíð, með friðsæl býli ljós og ljóð, svo langt frá heimsins víga slóð. Geimdrottinn okkar dýraland duna jarðarstríð. Hver á sér með að þjóð þekkir hvorki sverð né blóð, en unir sæl við ást og góð, og Guð sem friðsæld gaf. Við heita brunna
bláan sæ. Hún unir grandvör farsælfróð og frjáls við Ystahaf. Og það var eitt loka óskalag hérna, Lilja, já, hvert östuð spor, ekki það, Halldór Laxness og Jón Nordal. Skál. Sko, þegar kaffi á þessum hita, það akkurat alveg að verða of kalt, en það ennþá nógu heitt, þá maður að drekka allt í einu. Það ekkert voðalega gott, en ok. Hvert örstutt spor var auðnuspor með þér. Hvert andartak taðir þú hjá mér. Var sólskinstund og sælu draumur hár. Minn sáttmáli við Guð 1000 ár. Hvað jafnast á við andardráttinn þinn. Hver sú gleði nautugur minn. Orðin hljómlaus utan gátt og tón. Hjá undrinu að heyra þennan róm. Hjá undrið í að líta lítinn fót í litlum skóm og vitað heimsins grjót. Svo hart og sárt honum fjarri enn og heimsins ráð sem brugga vondir menn. Jæja, ég þakka kærlega fyrir mig og sendi mína bestu kveðjur norður. Haldi bara vel utan hvert annað og það alveg hægt að njóta samvista við aðra aðeins að vera ofan í opnu geðin á þeim. Þetta mjög skemmtilegur samkvæmsleikur, þessi 2 metra fjarlægðarleikur. Það þetta að fara til dæmis í fótbolta sem enginn snertist, körfubolta sem má ekkert nuddast utan í manninn. Mjög áhugavert. En eða svona, já, eða leika atómi í einhvers konar svona tanki, ég veit það ekki. Það alls konar leiðir til að segja tíma saman, klæði ykkur bara vel í kraftgalana og út í góðaverið og syngið saman. Hlakka til að sjá okkur með sumrinu. Ég verð á ferðinni í júlí allan. Sjáumst.